Við erum að byrja rétt á byrjuninni. Jakob, segðu hérna frá, hvað er að gangi eiginlega? Við erum að fara að hjóla. Já. Ykkur staðar á Þingvöllum og hvað er það? Við erum komin á Þingvöll. Jæja, þá erum við að vera klárir. Bara hita upp. Komum við hérna að bílnum. Og svo. Er að koma með heilbíl í hattinn. Það er verið að lofta út úr bílnum því að það hérna fötin okkar voru allir inn í bílnum áðan og það er svolítið mikil lyktin í honum. Náum við að mynda honum aða. Hann náði að hvæsa á mig einu sinni í túrnum. Hvað var það aftur? Það man ég ekki. Það er gott að vera gleyminn. Þeir eru búin að fara í heita pottinn. Ég sef með Mag Jakobi. Jakob, við svoðum saman eða ekki? Já, Jakob, við svoðum. Gúli. Velkomin hérna á Hótel Gissi. Hér eru banhungraðir ferðalangar. Við erum hérna nært í okkur brauðið af því að við höfum ekki þolinmæði til þess að bíða eftir matnum. En við erum búin að fara ansi víða í dag og brenna okkur kaloríum, þannig við þurfum að bæta okkur 2 kílum til þess að vera í sama formi aftur. Hérna fengum við ágætis herbyggi, en herbyggi sem var, að við héldum herbyggi, það var eiginlega bara svona lítil sumarhús. Og við, hálfur sumarbústað, við erum mjög sátti við aðkomuna og þar hengdum við okkar sumargallana eða hjólagallana. Ég held að kokkurinn sé ennþá þarna úti að hlaupa, það er kjúklingur hérna. En þú pantaðir og Magnús pantaði 4 drifna hambúrgara, nautalundir eða nafni. En þú sér líkt hérna aðeins til hliðar, þá er brauðið mjög gott líka. Þeir eru að klára þetta strákarnir. Hérna, pabbi, þú pantaði hvað? Piparsteik. Nautalund eða ekki? Sem að, hérna, ég ætla að vona þess innilega að þessi steik gefur þér eitthvað orku á morgunum, því að ekki veitir af, ekki satt. Er það? Hver fór á hausinn í dag? Ég datt aldrei. Hver hittir ekki veginn? Lýstu þessu? Já, heyrðu, já, glemum því ekki maður. Já. Við erum að koma frá úr Brynjudal. Og ég er með hjól í botni, líklega, sko, hjólið fer ekkert mikið hraðar svona... Já, hjólið fer ekkert mikið hraðar svona 110-20 ekkur, en ég er með hjólið alveg í botni. Ég er að koma á brú, ég sé brúna og ég bara fer alltaf að fókusa svo mikið á hvernig brúargólfið er og allt það, af því ég ætlaði að reyna að gera eitthvað, sko, ég lyftaði upp í hjólinu eitthvað á brúnni, sló að, gíraði niður, hætti við, gíraði upp aftur, gaf allt í botn, keyrði við brúna og leiði ég komið við brúna þá sagði allir að beygja og á þessu hraða var ekki fræðilegu möguleiki að taka beyguna. Svo að ég hérna byrjaði því að, vistu, í paníki að hérna ætlaði að negla niður, hætti við það bara sekundubroti síðar og gaf allt í botn og stökk af veginum á girðingu. Hvað segirðu? Fallið var cirka 2,5 metrar. Og beint af veginum á girðinguna, tætti upp hérna gaddavírin og lendi á girðingunni, braut eitt staur allavega, í það minnsta. Og endaði síðan sko beinlína, þetta var beinlína ekki, Magnús? Nákvæmlega, 30 metrar út á tún. 30 metrar út á tún og þar stoppaði bara og leið til heiminn og hugsaði hvernig fór ég eiginlega að þessu
því að ég flög ekki á hausnum, en það munaði litlu því að ég misti gaddavírinn eitthvað reif lappirnar á fótstíðunum, ég náði hins vegar að hanga á þessum. Ég held að ég er sannarlega heitir dagsins. Ég er bestur. Ég veit öllítið bæta við þetta, ég veit að ég var rétt fyrir aftan og horfði á þetta. Ég sá brú og sá Gauja fara við brú og svo sá ég ekki Gauja lengur vegna þess að hann hvarf í landsleið og vegurinn beygði til vinstri. Þannig að það var dálítið gaman að koma Gauja þarna á eftir. Hann var einhvers staðar vafinn næstu í girðingu því að hann var á leiðinni tilbaka eftir að hafa hann náði ekki að stoppa fyrir 40 metra. En mikið var það gaman að sjá þetta. Afi, hver bölvaði Gauja í dag? Ég veit það bara ekki, ég bara þekki það ekki. Ég frétti á því að Gauja var að segja mig það. Þú fannst í einhverju svona litlu gili. Svona hennar gili, þetta er svona lítill steinn svona. Og þú dreifst ekki yfir hann og síðan kom Gauja hlaupandi að hjálpa þér og þú bara, hvað sagðirðu? Ég man ekki eftir þessu. Veistu hvað hann sagði, Gauji? Ég man ekki nákvæmlega orð fyrir orð, en þetta var eitthvað svona, þú veist, að ég get bara ekki, þetta er PG rated sko 16, ég get ekki sagt hvað hann sagði. Ert þú heitið dagsins núna? Já, fyrir það hafa komið þessa leið. Þessa leið úr sastana. Já, síðan var það eitt þannig að við vorum að fara niður göngustíga, mjög erfitt. Þetta er mjög erfið leið. Og ég, Maggi og Gauji vorum allir komnir niður, bíði eftir kallinum. Við heyrðum ekki neitt hljóð í hjólinu. Síðan ákvað ég að labba þarna upp. Hann satt þarna með hjólið þarna bara uppi vegakantinn og satt hann bara að drekka vatn. Spurði ég hann á hverju, hvað það gera og hann, já ég get ekki meira, ég er dauður. Hvað hefur að segja við því? Nei, ég var bara búinn og þurfti að hvíla mig. Þetta var svona í hálftíma. Þetta var nú ekki hálftíma mín, það var bara lengi að hvíla sig þegar maður var orðinn gamall. Mjög gott. Þetta er rosalega gott. Ég tek tali út sko. Allir matur er góður núna, við erum svo svangir. Það skiptir ekki máli hvað við borðum. Aðfoss rjóma. Vitið það þetta er rjómi? Segðu þetta. Og þarna var rjóminn. Hvað gerist þegar það er þoka? Komdu svo með mér, ég skal segja það svo. Jakob hverfið í þokuna. Það er þoka. Og sattur. Jakob, hvað gerist eftir í þoku? Hafið hefur ákveður eitthvað stól. En í nynni dreymdi draum. Segðu eitthvað frá Í drauminu. draumnum þá var hún hvað? Hún misti alltaf tennur eða? Það brotnaði neður í gómunni í draumnum. Vistu það? Og í dag er föstudagurinn 13. Afi sagði, fariði varlega með mig. Ég er orðinn eldri maður. Við erum búin að gæta hans vel í dag. Við fórum vel með hann. Nema þegar hann satt í brekkunni og var að drekka vatn, Þetta voru bara... hvíla sig Já, í hálftíma. já. Það er náttúrulega fylgir. Þetta kallast quality of life. Þetta var velmögun hjá hann. Já. Hann var að njóta lífsins. Afi, ég veit ekki hvað afi er að gera þarna. Hann er að raða upp stuttbuxunum sínum og sínu handklæði og hleypu frá öllum okkar hinna sko. Hérna er okkar stótt úti í þokunni. Vistu að afi er engin húsbóður. Nei. Nei. Hann kom inn með þennan stól bara til að geta hengt upp þetta drasl og nú er stóllið fyrir okkur. Já, stóllið við. Ég ætla ekki að sofa hérna á Jakob. Rúmið verður þægt. Það var hann stólinn hérna, vegna þess að hann var í húsgagn. Nei. Það er svona fyrst í myndaðarlesinni, 9, sem kostaði 100 skall. Eða hvað var þetta mikið afi? Já, eitthvað það. Hvað henni? Kanntu að taka mynd af henni? Nei. Já, ok. Við ætlum að stefna að fara á bar
Það er engin helviti spari. Það er ekki bara það. Við sjáumst þar. Við ætlum að elta hann Jakob Magnússon. Jakob er óbúslega ástfanginn af einhverju Corny, hún heitir Corny, stúlku frá henni heimsálfu Norður Ameríku. Fylgjum okkur. Hvar er hann? Hann er upp á hofni hérna. Kom. Það er einhver. Kemur það? Við náðum honum. Ok, við náðum honum. Hold on. Aftakið þetta. Jakob, má ég heyra í Conny? Nei. Hello. They're filming me on tape now. Yeah. They're coming closer and closer. Extreme close-up. Extreme close-up. Yeah. Hvernig sváfum menn? Menn sváfum vel. Svona þokkarlega. Bara alveg dáframlega. Við erum læstur út. Það er á endan. Við erum læstur út í. Við fáum ekki komast inn í morgumat. Það er brjálast. Það er sama fyrir liðan úti. Og einhvern tala með fulla munna mat, þú veist það. Við erum núna næstu því búinir að borða. Maggi og Guð er að fá sér kaffi. Guð, segja okkur frá ferðinni í dag. Hvert fyrir þið? Það er ekki klar, við setjum að Langsjó. Það ætlum að komast þangað. Það er yfir skýttum orði. Það er eina. Hvað er þetta langt? Þetta ég veit ekki, 150 km, 200 km í heiltina. Maggi, hvað fór mikið af þér? Það voru 5 lítra. 5 lítra? Getur það verið? Það hefur ekki verið bensíndæmið. Ég fór að varatangi, sko. Þá hefur það verið eitthvað annað verið. Það trufla. Það er eitthvað annað trufla, það getur vel verið. Engar refjur með það. Við erum hérna einhverju virkjun. Þetta er svakalegur straumur. Hvað mynda þessu? Það er þú fókið maður. 15 lítrar. Ekki ákveða. 15 lítrar. Ég er með vakt líka á honum. Ég er með svo neins verkfærin að eiga svo að fara á mittið. Þeir segja göngumenn. Hvað segja þeir? Við þurfum að fara í daggöngur og svo þetta fara í vikugöngur. Já, það er alveg 30 kíló og svo það á bækinu en þá er það með sérstakka pókapu. Guði, hvert eru að fara? Langasjó. Já, heldur ekki póka. Þú ert svolítið sexy ber á hann. Já, það kom að kissa þig. Nei. Og hvar erum við núna? Við erum hérna á Heklu. Það er gaman. Hvað sér Jakob, er þetta blautur? Já. Af hverju er þetta blautur? Ég og þú, við vorum að hjóla. Já. Þetta er svona... Segðu bara svo er. Ok. Þú bara gast ekki neitt. Nei, þegju. Ég var rétt við hliðina þér. Ég var prjónandi nákvæmlega eins og þú yfir ána, en var cirka svona fyrir aftan þig, þannig að ég fekk alla guðsina frá þér.
myrkur, eða að koma myrkur. Við komum hérna fyrir svona klukkutíma síðan. Erum í litlum sumarbústað hérna, eða litlum svona hólum. Og vorum að koma heita pottunum. Ég þurfti að fara út í bíl til að ná í vídeóvélina. Og ég var virkilega að halda fyrir nefið. Því að allir gallanir á okkur öllum inn í bíl. Og lyktin svakaleg. Kíkjum hérna inn. Hérna kveikt. Hér sjáum við mannskapinn. Það er verið að sortera góða lykt frá vondri lykt. Það er allavega hreinir. Við erum með hérna smá eldhúskrók, Jakob farið frá. Og við erum með hérna 2 kojur hérna og svo erum við með náttúrulega hjónarúm hérna bak við þetta. Svefnloft fyrir Jakob. Við erum með smá annað uppátt. Við þurfum svolítið að fara hérna niður. Já, laumum okkur. Þeir sé hérna gafl. Já, við erum að laga okkur hérna fyrir gaflinn. Það er eitthvað að gera með eitthvað konu, stelpu. Herðu, myndavélinn nærir sig ekki. Hann er kominn lengst út á tún. Nú er verið að tala hérna. Nú á hérna. Private. Við höfum eftir ángað þess. Við höfum tíma. Já. Þetta er alltaf langt maður. Svakalega fara langt í burtu. Við erum grillið. Þetta sjáu hvað þetta er flott maður. Já. Þetta er svona, hérna er bitur nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Þetta er alltaf smerðan var. Og hérna, ég held að við ættum bara að fara að leggja borð. Já. Það er fullu í sósunni. Það er svona nei það er alveg svona, ekki? Jú, hún bara var haldið þunn. Er hún þunn? Það er svo mikið vatn, það er alltaf leið. Herru, afi er búinn að þynna út og hann er bara að skemma svona. Er þetta bara að skemma hana? Nei, hún er bara þunn. Hún er bara góð. Hún er bara góð. Það versta sem að færi þunn sósa. Já, ég veit að það er ekkert mikið vara hérna. Bara kaffe út í hana og þekkist hún. Sko, 9 sónakartöflur, svínasteik, gulabönir, sósa, Magnús og splunkunýja kartöflur. Og allt framreitt úr hérna sponsораða vegalesti. Nei, vegamótum. Vegamótum, já. Og bara búin að því. En þetta með sósuna, hvað? Hún var bara svona heldur í þinnra lagi, það er nú ekkert flóknar en það, en hún er svona á veitingastöðum bara. Nú er hún alveg passlega þykk. Já, nú er sósan alveg þykk. Það var bara með það. Eða bara núna við. Flottasta taskan á svæðinu. Hún er á hjólum. Kallaði brugkurinn. Já, þetta er taskan sem að afi var að fjárfesta í. Þetta er eina taskan sem á ekki vera út í bíl í nótt. Hún verður að vera geymt inn í flýjunni. Já, það er ekki rétt. Afi var að sofa. Afi getur lyft upp þetta hendi. Það er að taka vídeo. Og það er stilur. Sofnaður. Og ég þreyttur líka. Þú ert aumur ykkur þar ekki. Hvað ert aumur? Þú veist hérna, eitthvað svona fallegi bógar og þessum bógarnir koma svona saman upp í svona lítið gat. Það er aumur. Já. Helvítu aumur. Nú er sunnudagsmorgun. Við erum að vakna hérna á Hellu. Við erum að fara að koma okkur á stað. Þetta sem við gistum í. Ég er að finna allt inn í að fara að tæma skottið. Þegar við vorum að enda hérna daginn, síðasta lokadaginn, Þjórsárdalsferðina, klukkan 5. Við vorum komnir hérna upp í Árnes klukkan, já, rétt rúmlega 9 í morgun. Hálf 10, allt lokað, fengum hvergi morgunmat. Nei. En svo... Þá sáum við okkur ekki vænstan en að kíkja á Árnes og það hittum við vertinn. Og hann var svo vinsalegur að grilla handak og samla okkur og gefa okkur kaffi. En þetta var náttúrulega ekkert þarna opið að neyslulis. Nei. Morgunmaturinn var löngu búinn þar. Pabbi þekki þennan mann eitthvað. Já, já. Hann átti að til hvað? Hann er kunningi Svenna sem átti hæðina fyrir ofan og þeir komu oft saman og trölluðu mikið. Já. Þessi slóðar, þeir voru svakalegir eða ekki? Mjög skemmtilegir. En svo undir lokinn þá toppaði túrinn. Hvað gerist?
Ég bara hleypt úr á framann. Já. Það sprakk. Þú punkteraðir. Punkteraði tekið. Já. Það var það skítflatt. Skítflatt. Það var alveg þetta, það vantaði eitthvað svona í þriggja daga ferðina okkar að gerðist nú eitthvað, viti. Nákvæmlega. Það var action í gangi, það voru 4 að reyna að setja bótinn á, það var dálítið erfitt. Já, en að vera búinn að keyra alla leggjabrjótin og allt það og aldrei sprungið. Nei, svo fyrir maður í sandana og þá var það flatt. Já, einmitt. Mér skilst að þú er til að renna hliðina í fyrsta gíranarslagið. Já. Og þetta bara þú ert á yngri ferð. Ég var svona að taka fyrsta gírinn af. En bíltun átt þú eða ekki? Já. Má ég sjá, sér ekki eitthvað á hérna? Er það hana? Þetta er ekki mikið. Byrju. Ef ég seti þetta í Photoshop þá get ég gert þetta rautt aðeins. Það er smá hérna. Hann er að drepast í þessu strákurinn. Nei. Hvað segirðu? Þú fórst fram fyrir þig ekki? Já. Ég fór, ég sá ekki mýri. Það var svona mýri, drullumýri. Síðan sá ég, þá gaf ég allt í. Ætlaði að fara með afterdekki honi fyrst. Síðan fór framdekki. Má ég leikta þetta aðeins hérna? Hvernig leikta þetta aðeins? Nei. Hlaupt það svona stað, veist. Þetta er nú, hvernig ætlar að gera, já. Já, ég ætlaði að gefa í. Já, komdu leikt þetta maður. Já, ég ætlaði að gefa í. Já. Og fór ekki alveg með framdekki upp. Já. Þá fór með framdekki honi, mýrið. Já, og? Þá fór ég sko fram á stýrið. Já, og? Og þá var ég með hausinn á brettinu í smá tíma. Já, ok. Og ég með lappirnar eitthvað starf í loftinu. Ok. Og hérna var stýrið. Já. Lá svona. Já. Og síðan hendi ég mig bara af. Já, þú varst næst ekki dottinn þá, þú hefði sennilega getað rettað þessu og hefðir ekki hentir að. Já, sko, hann var með hausinn á brettinu. Já. Já, með hausinn á brettinu. Já, ég veit. Og eftir hangandi. Og þá loksins hentur þér að. Já, og eitt Sérst, þú varst ekki dottinn. Já. Bjargaði sem mér hótt. Þetta voru sparkmæli Jakobs.